Aðbúnaður fanga hér á landi hefur löngu verið þrætuepli og oft á tíðum þótt mjög lélegur. En það þótti tíðindu sæta þegar opnuð var ný fangageymsla hér í lögreglustöðinni við Hverfisgötu hvað aðbúnaður fanga hér var góður og nútímalegur. Þeir fengu heitar bollarsúpur við komuna til þess að ylja sér, voru látnir stimpla sig út og inn og svo voru sérstakar vatnsleiðslur fyrir drykkjarvatn í veggjum klefana. Nýja fangageymslan var tilbúin nokkru áður en sjálf lögreglustöðin við Hverfisgötu var tekin í notkun. Haustið 1961 hafði fangageymslan verið flutt úr mjög lélugu húsnæði í kjallara gömlu lögreglustöðvarinnar í Pósthússtræti, hinum alræmda kjallara eins og fangelsið var kallað, í ný og betri húsakynni við Síðumúla. En Síðumúlafangelsið var síðan að gæsluvarðhaldsfangelsi og var mjög umdeilt sem slíkt, enda ekki byggt sem fangelsi heldur sem iðnaðarhúsnæði. Hlutverk nýju fangageymslunnar var að hýsa fólk stundarsakir en var ekki afplánunarfangelsi. En bregðum okkur nú í skoðunarferð í nýju fangageymslurnar með Ólafi Ragnarsinni fréttamanni sjónvarpsins í febrúar 1970. Nýja fangageymslan til húsa í þeirri álmu nýju lögreglustöðvarinnar sem við Snorrabraut. Hún á annarri hæð álmunnar á það bil 500 fermetra gólffleti. Þegar lögreglustöðin verður fullbyggð gert ráð fyrir 80 fermetra viðbótarrými í kjallara þessar sömu álmu til afnota fyrir fangageymsluna. Hér á landi höfðu ekki verið sérstakar kvennadeildir í fangelsum, en með nýju fangageymslunum var bætt úr því. Í kvennadeildinni verða 5 einstaklingsklefar og aðstaða fyrir kvenfangaverði sem þegar hafi verið ráðnir. Þar einnig snyrtiherbergi, steypibaðklefi og lítil setu og biðstofa. Fangaklefarnir eru allir mjög rúmgóðir, málaðir í hólf og gólf og loftræsting í klefunum mjög fullkomin að sögn lögreglustjóra. Það sem síðast en ekki síst vakti athygli var hve fangelsið var nýtískulega búið með allri nýjustu tækni sem völ var á árið 1970, þar á meðal beinni vatnsleiðslu fyrir drykkjarvatn inn í fangaklefana. Fangarnir geta óskað eftir sambandi við fangaverði með því að þrýsta á bjöllunhnapp, svipað og tíðkast á sjúkrahúsum, þannig að ljós kemur á töflu hjá fangaverði og þar hringir einnig bjalla. Það vekur athygli að fangageymslan nýja á annarri hæð lögreglustöðvarinnar en ekki á jarðhæð og verða því fangarnir fluttir í lyftu upp á hæðina. Sigurjón Sigurðsson lögreglustjóri sagði í dag að þetta fyrirkomulag tíðkaðist mjög í lögreglustöðum erlendis. Hefði það marga kosti og væri þá meðal annars hægt að hafa opnanlega glugga á mörgum stöðum til loftræstingar í húsinu. Lítið eldhús í fangageymslunni og þar hægt að framreiða mat fyrir fangana. Meðal annars eru þar nýstálegar súpublöndunarvélar og gert ráð fyrir að fangarnir fái heita súpu ef þeir kæra sig áður en þeir fara úr fangageymslunni. Sérstök stimpilkort eru notuð fyrir fangana þegar þeir koma og fara. En nú ég gaman að vita hvort fangar stimpli sig enn út og inn og hvort drykkjarleiðslan í veggjum klefana ennþá í lagi. Já, hún enn í lagi og alltaf notuð þegar á þarf að halda. Þeir fá bara glas inn til sín og svo lætt skrópa frá vatninu og það rennur í það. En stimpla fangarnir sig enn út og inn eins og þetta fyrst? Nei, gera það ekki, við gerum það. Eða bara skráum inn í tölvuna og svo út og reynir þeir fara. Eða varðstjórarnir gera það. Og svo var bjalla þar sem þeir gátu hringt og beðið aðstoð. Já, hún ennþá. Búið endurnýja það meira segja allt saman. Þannig að þetta hefur raunverulega lítið breyst? Mjög lítið breyst. Mjög lítið breyst. En súpan sem þeir fengu svo þegar þeir var? Hún farin. Þeir fá enga súpu. Já. Það var eitthvað sparnarátak að þá fór súpan. Þeir eru að spyrja enn eftir einn sumir, kannski þeir sem muna lengst, en hún ekki til staðar í dag.